En núna helgina verður haldin lista- og menningarhátíðin Regnboginn í Vík í Mýrdal og þessi hátíð að fagna 10 ára afmæli á þessu ári. Og á línunni hún Þórdís Erla, hún veit hvað meira þessa ágætu hátíð. Komdu sæl. Já, blessaður sæl. Hvernig hefur það í dag? Við erum bara rosalega spennt fyrir helginu allavega. Já, segðu mér aðeins frá þessari hátíð Regnboginn. Þetta sem sagt bara alls konar. Þetta náttúrulega okkar eina bæjarhátíð í Mýrdalshreppi. Já. Og það bara margt að vera. Þetta svolítið verið að skera upp árið. Já, ok, svona uppskeruhátíð? Já, svolítið svo lest. Við erum með til dæmis markað sem stórpartur á laugardeginum. Bæði hátíðadagskrá og opnunarhátíð. Það var opið hús, það svolítið stórliður hjá okkur. Þannig að það svona taka allir þátt. Opið hús hjá stofnunum eða? Já, meðal annars og líka bara hjá íbúum. Já. Það skemmtilegt þegar íbúar hafa opið hús og gestir geta komið í kaffi. Það mjög skemmtilegt. Það eiginlega bara parturinn af þessu. Já, nákvæmlega. En hátíðin hefst á morgun, það ekki rétt? Jú, hún reyndar, það smá þjóðstart, hún byrjar í dag með listasýningu hjá leikskólabörnum og sýslumannskrifstofunni. Já. Skrifstofunni. Ok. Og þau ætla að taka lagið til 3. Já. Það verður mjög skemmt og opna sinna eigin sýningu, það náttúrulega allir með. Já. Algjörlega og síðan sé inn á vík.is það nú hægt að sjá þessa fínu dagskrá og það er heil hellingur framöndan og mikið hægt að finna sér eitthvað við allra hæfi. Já, þetta ekki að láta leiða, sko. Nei, nákvæmlega. Ef við svona stiklum og stóru í gegnum dagskrána, hvernig verður morgundagur til dæmis? Það byrjar, ef þið eru að koma úr Reykjavík eða frá Selfossi, þá getur þið kíkt við kaffi hjá iCollection, það ný vöruhönnun í Vík. Já. Það spennandi. Svo opna náttúrulega flesta ljósmyndasýningarnar, ljósmynda- og listasýningarnar. Það við höfum náttúrulega ammali, við höfum ekki ammali án köku, þannig að byrjum á því. Svo ætlum við að fá smá eyjastemningu, heimamaður og segir ykkur á skrýtlis. Ok. Og svo er bara stuð fram eftir kvöldi. Já, þið verðið með blítt og létt hópin frá Eyjum? Já, það hefur spenntað í mörg ár og það er mjög spennandi. Þetta er einstakur hópur og engum ætti að leiðast í þeirri stund. Það er bara þannig. Þeir halda að skoða þetta í stemningunni. Já, heldur betur. Svo náttúrulega heldur dagskráin áfram að laugardaginn, alveg stútfull dagskrá og svo náttúrulega eru þið með regnbogaballið, eða ekki? Jú, og svo náttúrulega má ekki gleyma flugeldasýningunni. Ég held að hafi ekki verið áður flugeldasýning á þessari hátíð. Ok, það er alveg þetta skuldið? Já, þannig við vorum bara viðguðinir, verða okkur hliðhóllir. Já, við pöntum náttúrulega bara besta veðrið. Það er alveg búin að vera krossafingur. Já, en það er hljómsdinn allt í einu sem alltaf líka fyrir dansi? Já. Við sleppum náttúrulega ekki að hafa alveg sveitaball í sveitinni. Nei, það náttúrulega verður að vera. Mér langar að spyrja, hvernig þið náttúrulega búið þarna rétt handan við Kötlu? Já, hún er mjög spennt fyrir helginni. Já, það ekki? Hún er alveg fann að titra. Hvað segir fólk hérna í Mýrdalnum? Ég held að taka þessu bara með svona jörna að geða því. En við erum náttúrulega farin að undirbúa eins að taka hvað til og svona. Já. Taka hérna survival kitið. Já, fólk er svona aðeins verið að spá í því. Já, aðeins. Já, þetta er náttúrulega ekkert grín. Nei, líka þegar við með 1200 gestir í mig, þá er þetta svolítið annars. Já, það er nefnilega málið. Eins og við sögðum í byrjun að þá var þessi hátíð 10 ára gömul. Já. Þegar hún fór fyrst af stað að þetta hefur náttúrulega væntanlega að vaxi með hverju árinu þessi hátíð. Ekkert smá og alltaf bara náttúrulega fyrirtækin halda þessu gjössalega uppi og þau að hróskili hvað þau taka mikið þátt. Já. Það styrkja þetta var ekki haldið án þeirra, fyrirtækja, einstaklinga og félagsamtaka. Þannig að bara 1000 takkir til þeirra. Allir að standa saman. Já, það er svolítið þannig. Og svo þeir sem eru með Snapchat, þeir geta addað ykkur inn, það er bara Regnboginn. Það er bara einfallega Regnboginn
og við verðum einmitt nokkur sem svona skemmtarar verða með allavega í kvöld frá æfingum. Já. Og ég veit allt í einu ætlaði að vera að koma með einleik, þannig að það er eitthvað, svo byrjum við náttúrulega að skreyta í dag, þannig að það verður eitthvað frá því. Það er frábært. Hvernig er veðrið hjá okkur núna? Það er nú bara ágætt, sko. Ég vonandi að verði bara svona. Já, það verður svona. Já. Ég Stefnum á því. Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Eitthvað að lokum? Já, bara sunnudagurinn. Við ætlum að hvetja alla að mæta í messu. Já. Og vera í sem leitrikustu fötum. Svo er náttúrulega hátíðarkaffi í búið Icelandair eftir messuna. Og svo er ætlaði að slá botnið í þetta hann Raggi Björn. Já. Það verður ekki leiðilegt. Það verður skemmtileg stund. Er eitthvað þema á hátíðinni? Það hefur nú yfirleitt verið bæjarskiptingu. Við leiðum svolítið fólki bara að vera frjálst. Já. Já, sko. Þú talar að fólk ætti að mæta í litrikum fötum? Já, en yfirleitt hefur þetta verið sko skipt í hverfum eins og bara á bæjarhátíðum, en fólk má bara velja þenn eigin lit og skauta eins og það vil, sko. Nákvæmlega, bara frjálst. Það er engin pressa. Stundum er það bara best. Já. Þetta er flott, Þórdís, takk fyrir spjallið og góða skemmtun. Það er hægt að... Já, allir velkomnir í Vík. Já, sjálfsögðu, og það er hægt að sjá dagskrárna á vík.is og svo einnig á Facebook og svo Snapchat Regnboginn. Takk fyrir þetta, Þórdís, og góða skemmtun. Takk svo leiðis. Takk. Bless.